Já, ég heiti Snorri og ég í langtímabata frá alkóhólisma. Ég neytti síðast áfengis og vímuefna fyrir tæpum 12 ára síðan. Líf mitt markerað af mínum alkóhólisma og minni baráttu við minn alkóhólisma, allavega fyrstu árin. Ég byrjaði að drekka eftir fermingu. Ég man að því að þegar ég gekk til altaris, þá lét ég ekki altaris áfengið fari í gegn. Ég spýtti út mér út úr kirkjunni því ég ætlaði ekki að verða fyllibitta eins og pabbi minn. En leið og ég smakkaði fyrsta dropann eftir fermingu og þá var fjandinn laus. Og ég held ég hefði dottið í það strax eina helgi og svo næstu helgi eftir datti í það og það var þá sem móðir mín sagði við mig fyrst, Snorri, vilt þú ekki fara að hætta að drekka? Vegna þess að það var svo augljóst mál að áfengi mátti bara ekkert koma inn fyrir mína varir. Ég drakk mig í áfengismeðferð fyrst 20 og þurfti að gera nokkrar tilraunir. Það átti eitthvað óklárað og ég fór aftur í neyslu. Svo fór ég að misnota amfetamín því að ég var alltaf að detta í blackout og var í blackoutum marga daga í senn stundum. En þegar ég kynntist amfetamínu þá gaf það mér tækifæri til þess að vera svona muna allavega. Það voru allir mjög glaðir alltaf þegar ég hætti að drekka áfengi, bæði fjölskyldan auðvitað og lögreglan í bæjarfélaginu sem ég bjó í, það voru allir mjög glaðir. Það var alltaf það var eins og kom kyrrð. Ég hef náttúrulega keyrt ölóður í blackouti með fullan bíl af vinum mínum á 160 km hraða. Þetta alls konar sturluð moment sem ég átti í neyslunni. Síðan einhvern veginn var ég tilbúinn fyrir 12 ára síðan og líf mitt búið að vera endalaust ævintýri síðan. Þegar ég horfi alltaf á hverju ári yfir árið sem var að líða, edrú árið og þessi ár, og þá var einhvern veginn, það var alltaf þetta skref fram á við. Allar þessar erfiðu stundir þegar maður tilbúinn og móttækilegur, þá þetta allt orðið svo magnað, þá maður að fara einhvern veginn þá þetta að fara að næra mann allt öðru sem það gerði. Áður fyrir var þetta hangandi á manni og draga mann niður. Núna þetta bara einhvern veginn meikar allt sens og þetta allt allir erfiðleikar eru góðir vegna þess að þeir eru bara að gefa manni tækifæri til þess að hugsa upp á nýtt. Ég montina og bara ánægður og þakkláttur fyrir að vera alkóhólisti. Að ef ég væri það ekki, þá væri ég ekki að upplifa þetta. Þegar maður tók þessa ákvörðun að hætta að drekka og þroskast, að þá einhvern veginn fær maður að gera það, þá fær maður að þroskast og vaxa.